ætlum að halda áfram með verkefni 2 og við erum búin að búa okkur til hérna smá verkefnilista að skoða CSS og bara hvernig við getum sett upp eitthvað basic CSS fyrir þetta og síðan að klára layout komponentinn og það er svona aðeins svona HTML CSS tengt þessu og fara síðan yfir í svona að geta búið til to do item og validata þá að það sé rétt. Það er að segja að ef ég sendi inn og ætla að búa eitthvað til að titillinn sé þá að minnstu kosti 1 stafur og ekki meira en 255 stafir. Svo ætlum við að búa til, það er að segja setja á uppfæra inserta í gagnagrunnin og síðan ef að tími gefst til að breyta og eða klára to do itemi. En ok, þannig að nú ætla ég að reyna að vera hérna, ég ætla að segja git add .git commit, ég ætla að vera hérna fyrirlustu 4 uppfæra to do md svo ætla ég að git pusha strax þannig að það var ég komin og ég ætla að reyna að muna þetta, klára þetta og checka þetta inn. Byrja á þessu hérna, byrjum á þessu hérna, klára það vídeo og tökum svo þetta hérna í sér. Svona, þetta er gott. Ok, þannig að tengja CSS, ef við skoðum hono.df og við förum í docs, bara hérna, þá er bara spurning hvernig getum við byrjað og það, þú veist, við erum að nota eitthvað nýtt, hvernig eru documentationi sett upp fyrir það. Það er bara góð verkefni, fara oft á flug bara þegar við erum með gott documentation. Og þá bara er hérna, ég veit ekki, guides, veit ekki, helpers, já, middleware, já, þú veist, ekkert sem að stingum í augan hérna að þetta sé, getur farið í CSS helper, hvað er það? Ok, það er eitthvað svona til að búið til eitthvað style hérna, þetta er eitthvað experimental, já, ég veit það ekki. Ok, förum í static files, serve static files. Okay, you can use serve statics to serve static files from the local file system. Og þá erum við með hérna einhver gögn sem að við sendum bara beint út. Þá sjáum við hérna, ok, serve static from hono node server serve static app.use static, þetta er þá einhver directory og þá erum við að servera þau út þaðan. Þannig ef við förum í hono uppsetningun okkar og hérna við erum með appið hérna þannig við erum að róta hérna app use static þannig að við ætlum kannski að setja það hérna og þá sjáum við erum með þetta uppsett hér við erum með use static stjarna serve static root punktur forward/. Það þýðir að allt sem er hérna inni undir static er sett allar þessar hérna skrár eru gerðar aðgengilegar á bara slash. Þannig ef við kveikja á þessu núna npm hvað er hérna hvert yfir? npm run def svona og ég opna hér þá er þetta bara það sem við vorum senast en ef ég fer þá hérna og segi styles.css þá fæ ég ekki neitt af því ég kallaði það styles.css já, byrjum við þá er það static hérna static styles css já, ég er að rugla þessu allt sem að er undir þessari hérna ok, nú er þetta að rugla mig. Static stjarna, serve, root, hérna, ok? Þannig að ef ég gerir svona, þá fæ ég þetta. Ef ég segi static hérna, þá fæ ég not found, ok? Þannig að svona og bara þetta er ekki neitt, þannig að þetta mappa bara static yfir í static ok
Þannig þá get ég sett inn bara hvað sem ég vil hérna. Svona. Og ég segi hérna styles foo.txt. Þá get ég bara sett hvað sem þarna og þá kemur það út í þessa hérna möppu. Og svo ef ég gerir þá svona, þá get ég gert það svona. Þannig þá get ég líka sleppt þessu static hérna fyrir framann og sagt það bara hérna styles.css og þá það komið hérna. Og þá get ég bara sett hvað sem ég get sett myndir, CSS skrár, JavaScript skrár fyrir klientinn, bara hvað sem Já, bara allt sem í þessari hérna static möppu að fara að vera serverst þarna út. Þannig að sjáu þið sambærilegt við það sem við vorum að gera í verkefni 1, þar sem við vorum með köllum þetta public og þá vorum við sjálfa að afrita þetta yfir. Þannig bara Hono að leysa þetta almenna verkefni fyrir okkur. Hafa stað þar sem við getum sett static skrár. Static verandi andstæðan við dynamic. Og það það sem við erum að gera hér. Við erum með dynamic routing hér, en hér erum við með static routing. Eitthvað sem bara alltaf eins, breytist ekki neitt. Ok. Og við þurfum þá eiginlega að setja þetta hérna til þess að við fáum þá CSS-ið. Þannig þá getum við sagt hérna bara HTML background color pink og við erum hérna og það ekki bleiku bakgrunnur þannig að CSS ekki að tengjast þannig að okkur vantar í raun að setja utan þetta eitthvað og við sjáum líka að við erum með ógilt HTML og það vantar utan þetta HTML og head og body. Ok, og hvernig getum við gert það? Og aftur, hvernig gerðum við verkefni 1? Af því að það mirrorast alveg yfir í þetta verkefni nema þannig erum við með tól til þess að hjálpa okkur við það. Og tólið sem við erum að nota JSX. Hvar getum við sett þetta upp? Hvar erum við að senda út HTML okkar hérna í dynamic routunum okkar? Já, við erum að senda hérna, við erum með, þegar ég fæ þetta hérna, hvaða kóða hvaða kóði hér að senda það út? Og hvar myndi ég þá setja inn þetta, ég ætla að setja inn bara rétt HTML, HTML, head, body. Hvar þarf ég að fara inn í? To page, jú. Hérna erum við að skila HTML-inu. Og þetta það sem við vorum að púsla saman í seinasta tíma. Við erum að nota þetta til þess að búa til HTML-ið okkar. Þannig við fyrir hérna inn. Hér sjáum við, hérna gerum við bara return section. Og ef við skoðum hér, þá það bara það sem við erum að skila hér. Hvað getum við þá gert hérna til þess að setja þetta upp? Jú, en ef við hugsaum þetta aftur þess að við vorum með í verkefni 1, þar vorum við með 2 gerðir af síðum, við vorum með forsíðuna og svo vorum við með flokkasíðu. Hér erum við teknilega séð bara með eina forsíðu, en það líka krafum að vera með villusíðu, þannig að við erum eiginlega með 2 gerðir af síðum. Þannig að myndum við segja hérna, to page, ætti hún bara að vera svona, eða ættu við að búa til almennt eitthvað svona sem þetta template? Já. Og það oft kallað layout þegar við erum að nota JSX. Og þá getum við sagt eitthvað svona. Við getum búið til hérna. Munið, JSX leyfir okkur að búa til bara element eins og í HTML. Þannig að við erum bara eins og við sem að búa til okkar eigið HTML element. En hvað öðruvísi við þetta element versus það sem við vorum að skoða í seinasta tíma? Og það sem við skoðum seinasta tíma var nákvæmlega þetta og svo to-do item. En hérna sagði ég ykkur sérstaklega þetta hérna að við verðum að gera ákveðið til þess að þetta sé sjálflokandi. Og hver munurinn við það eins og við erum búin að setja upp layout hérna?
Hvað er? Nei, sjálflokandi er þetta hér. Já, það, já. Hvað er, af hverju þurftum við að setja sjálflokandi? Svo það voru bara eftir það sem ég veit það er bara að hafa það hreint. Já, Þetta er bara merkjum hvar á að fylla inn. já, þetta gefur til kynna að þetta element á sér ekkert endatag. Það sjálfloka sér. Það er að segja, það er ekki svona. Ef það er svona, þá er það í lagi og við setjum þetta sjálflokandi, að við farum núna alveg upp og við rifjum upp hérna alveg í bara fyrstu vikun í Webfortran 1, þá tölum við HTML og svo til XML sem er annar syntax sem að bæði koma frá SGML, Standard Generalized Markup Language, og það er í raun hvernig var þáttað þetta. Ef við erum með þetta svona, þá er óljóst fyrir þáttarann, fyrir parserinn, hvar endar þetta. Og þá segir hún hérna, has no corresponding closing tag. Þannig að við verðum að segja að JSX er meira strikt en HTML. Af því að HTML, þá megum við sleppa þessu að hafa bara, við megum hafa bara hérna inputin svona. Það er alltaf í lagi. Þegar við erum að gera þetta, þá verðum við alltaf að loka elementunum. Annarkvort með að gera þau self-closing eða með að hafa loka tag á þeim. Ok, gefið þetta allt. Við erum með þetta sjálflokandi hérna. Munurinn þá að layout hérna er að já, hann lokast, vissulega lokast það hér, en ólíkt þessu hérna, þá á layout hvað? Button, innihald, hlut 3 innan sér. Layout er eins og element, bara eins og section er hérna og það lokast hér og það er bara container utan efnið sem er inn í því. Og eins og við munið að þetta er síðan varpað yfir í dommið þar sem við fáum í raun vel skilgreint 3 yfir HTML-ið okkar. En layout hérna er að segja í fyrsta lagi bara ég er ekki til, þannig við búum það til. Layout.tsx og munum að tsx út af því að við þurfum þetta að hérna, geta skilgreint að við sem að nota JSX syntaxinn. Við ætlum að vera með þetta neitt svona, við erum bara með þetta svona og við erum með þetta bara svona. Og hér inni ætlum við þá að segja HTML, head, title, þá getum við reyndar haft hérna title og við ætlum að hafa link, rel, style, sheet og við vorum búin að komast að því að það getur bara verið þá styles.css og það þurfum aftur að sjálf loka því og svo erum við með body en núna þurfum við eitthvað hvernig eigum við að representa eða hvernig eigum við að koma til skila þessu sem við erum með hérna það er einhver button leið til að merkja að þetta á við innihald. Já og það er í raun leiðin til þess er í raun bara að það er til galdraprop sem heitir bara hreinlega children. Þannig að við gerum hérna title string og JSX element importum þessu man ekki alveg hvernig við erum með usage hérna props.children já ok, við segjum bara props.children, ok gútterar nei, við þurfum að fá eitthvað hérna TypeScript
props with children, ok, svona þetta hérna, akkurat. Þannig að við segjum ekki FC, heldur skiptum við því út fyrir props with children. Þetta á að heita layout. Já, ok, tökum við bara svona hérna, þetta function, layout, props og þetta skilar svona, hendur þessu út, hérna title, children, vistum, formatum og export, svona og lögum þetta hérna, ok, en það sem við gerum hérna, þetta er líka góður kontrast við hitt. Hérna erum við að exporta const breytu sem heitir to2page. Hún uppfyllir típuna samkvæmt TypeScript að vera FC, functional component, sem tekur generic hérna, sem eru típunar, sem eru þá þetta hérna, og þá getum við sagt með anonymous, með arrow function hér, að to-dos eru hérna, við deconstructum to-dos út úr proppunum. Ef þau eru óskilgreind, þegar við sögðum í típunum að þau eru optional, þá er default gildið tómafylgið og svo skilgreinum við falli hérna. Þannig að þetta var fullt orðasúpa. Skilduðu allt sem ég sagði? Ok? Hérna erum við ekki að exporta anonymous falli. Hér erum við að exporta nefndu falli, JavaScript falli, sem heitir layout. Það tekur inn hérna argument. Argumentin eru af típunni props with children og það er þá til þess að geta fengið children þetta hérna inn. En svo er það aukalega með props þar sem við getum bætt á við title og einhverju fleiru. Þannig að þetta eru svona tvær leiðir til að búa til þessi JSX með því að vera með nefnt fall eða með því að vera með anonymous fall bundið við breytu. Þetta hérna, það er til þess að við getum þá nú ætlum við að importa þessu hérna og við ætlum að segja to-do listin, bara skemmtilegt. En nú er ég með þetta hérna, þannig nú veit ég að ef ég visti á allt virkar, þá fæ ég þetta hérna content inn í þessu hérna layouti. Síðan ætla ég að búa til aðra síðu sem er ekki to-do page, heldur to-do category page. Þar sem að ég er með flokka fyrir to-doin minn. Þá þarf ég ekki að, þá endurnýti ég þetta og set svo bara rétt efni þar inn. Þannig ég er að búa bara til endurnýtanlega komponenta sem að ég nýti síðan áfram í framtíðar verkefnum. Þannig að núna komum við hérna, nú er þetta orðið bleikt og ef við skoðum og þá sjáum við núna að við erum með HTML, þá vantar reyndar doctype og eitthvað svona, við lögum það og við erum að kalla styles, þannig að við erum í raun að fá stílana rétt yfir og segjum svo núna að ég ætla að búa til bara eitthvað annað sem er ótengt verkefninu. Ég ætla að búa til slash about og slash about ætla bara að vera about page. Hún ætlar ekki að vera með neitt efni, hún ætlar bara að vera þetta verkefni. Ég ætla að búa til komponent hérna sem heitir about tsx. Ég ætla að gera export function about page. Hún ætlar bara ekki að vera neitt nema svona, en hún ætlar að gera return layout title verkefnið og svo ætla ég að vera með H1 verkefnið. Úps. Þetta er sýnilausn á verkefni 2 í VF2 2026. Svo importa ég þessu og vista hér, importa hér 1,0
Já, ég ekki alveg komin svo langt inn í framtíðina. Svo fer ég hér, ég reloada og ég fer á skástrygg about og ég endurnýti layouti hér. Þannig í staðinn fyrir að skrifa aftur HTML, þá ég bara, ég á það núna í þessum komponent. Svo segi ég, já, ég ætla að setja inn hérna valmynd. Ég ætla að setja inn hérna nav sem ul li a ref / forsíða og / about verkefnið. Format. Svona. Núna ég komið með að báða sama layoutið með sömu. Þannig þarna ég komið bara með það sem sameiginlegt fyrir alla síðurnar mínar. Og svo getum við tekið þessa pælingu áfram og áfram og áfram og við getum búið til komponent sem undir komponent sem undir komponent og þetta við brjótum verkefnið okkar upp í þessa komponenta sem þá eins stórir eða eins litlar og við þurfum þá og endurnýtum það svo og fyrir þá að hugsa hvernig geti sendt props til þess að geta búið til í raun færri, betri komponenta og svo spilast þetta bara upp í það að við erum búin að búa bara til eitthvað component library þar sem að við getum bara náði í einhverja ákveðna komponenta og nota á bara til dæmis þá erum við með hérna hvað það hérna ég man ekki hvað hérna storybook nei ekki bara storybook.devland.is nepp svo þetta fyrir Stafrænt Ísland ui.devland.is allt sem að við sjáum inn á stafrandisland.is búið til úr komponenta library sem búið að búa til. Það sem bara búið að fara ykkur þessa æfingu. Hvaða komponenta eigum við að eiga? Já, við þurfum að eiga page, PDF viewer, tag, tooltip, category card, action card. Þannig að allt svona hérna eitthvað sem búið að búa til svona komponenta og svo ef ég ætla að nota hann í einhverju verkefni að þá get ég bara að segja hérna, já, action card og propsarnir sem koma inn í það og þannig get ég stillt til viðmótið og ég fæ bara viðmótið rétt af því ég að nota þennan komponent og stilli komponentina með propertyn rétt og þá fæ ég þetta svona. Þetta að nota JSX þannig að það gildir alveg það sem við erum að gera hér og þess að segja, það svona aðeins að læra núna það sem við munum að plæja líka aftur í hérna React-partinum. Svo getum við farið hérna, ég get sagt bara eitthvað foobar og ég get sagt já ok, þetta var svona og þetta var svona og þetta var false og þetta var red og eitthvað og þá ég alltaf henni komið með ég bara sendið mismunandi proppa hérna og þá fæ ég mismunandi viðmót þar sem einhver bara búinn að forrita almennt action cardið sem komponent sem ég get síðan endurnýtt. En ekki meir þetta, þannig að núna vorum við með hérna í to-do listunum okkar, eftir ég aðeins að tengja CSS, layout component sem inniheldur HTML þetta, hann er búið með þetta tvennt og svo basic CSS og ég ætla nú bara að fara hérna ekki í, já, jú, basic þannig séð, en ég ætla bara að fara í þetta sem vísað í úr þessu hérna. Ég ætla að taka bara og ræna CSS-inu hérna. Og setja það inn hér. Og þá þarf ég að sjá hérna, ok, ég þarf að vera með eitthvað empty, eitthvað button og main og to-do list og eitthvað. Ok, ég ætla að setja þetta, ég ætla bara að vista þetta hérna yfir. Og svo kíkjum við hvernig þetta kemur út. Ok. Þá hérna, þetta er ekki alveg kannski frábært. En við erum með eitthvað svona basic viðmót hérna, þannig að við getum farið að vinna með þetta. Kannski helst það, mér vantar main sem að konstreinar efnið. Þannig að þá getum við bara að fara aftur inn í layout. Við erum með eitt stað þar sem allt layoutið okkar er. Ég set main utanum children
og reloada og þetta lítur aðeins betur út. Svo erum við eitthvað nav, hugsanlega setjum bara navið hérna, tímabundið, formatum þetta. Þá kemur það hérna uppi. Þetta er bara fínt í bili. Og svo er hérna einhver takki sem er alveg hræðilegur, veit ekki af hverju það er, en við getum síðan laga það þegar það kemur að því. Ok, eitthvað fleira varandi CSS Basic Layout komponenta. Þá ætla ég að check in git add og vista, ætla að segja git add, hérna git commit layout component basic CSS. Púsum því og skiptum um upptöku.